En daginn sem ríkisstjórnin byrjaði að ræða fjárlög kynnti Hafrannsóknastofnun tillögur sínar nýtt kvótaár sem byrjaði 1. september og lagði til að þorskafli yrði skertur allt að 16%. Við leggjum fram þessar tillögur í mikilli alvöru og við vonumst til að það verði tekið tillit til þeirra. Tillögur fiskifræðinga komu eins og reiðarslag og hagfræðingar og aðrir sem fylgjast með þjóðhagsstærðum sáu dökkt framundan. Þetta verulegt áfall, ekki bara fyrir sjávarútveginn, heldur fyrir þjóðarbúið í heild. Til þess að halda jafnvægi í þjóðarbúskapnum, þá þarf kaupmáttur ástöðunartekni í heild að draga saman. Samtök fiskvinnslustöðva hafa haft aflatillögur Hafrannsóknastofnunar fyrir næsta kvótaár til umsagnar og þar telja menn að fullmikillar varfærni gæti í tillögunum. Í ályktun sem stjórn Samtaka fiskvinnslustöðva samþykkti í dag þess vænst að sjávarútvegsráðherra ákveði heildarafla hinna ýmsu tegunda af raunsæi og meti óvissuþættina sem að baki tillögunum liggja til rýmkunar veiðiheimilda. Þá þess krafist að þegar verði stöðvaður allur útflutningur á óunnum þorski og ýsu. Sjávarútvegsráðherra kaus að fara bil beggja og gerði það tillögu og fékk hana samþykkta á ríkisstjórnarfundi. Þorsteinn Pálsson, sjávarútvegsráðherra, nú að kynna ríkisstjórninni tillögur sínar aflaheimildir á næsta kvótaári hér í ráðherrabústaðnum og það ekki seinna vænna því á morgun á ákvörðun að liggja fyrir þetta efni. Nú, samkvæmt okkar öruggu heimildum þá leggur Þorsteinn til að þorskaflinn verði 15.000 tonnum meiri en Hafrannsóknastofnun leggur til á næsta ári og að síldaraflinn verði 30.000 tonnum meiri. Við erum að fara niður í veiði sem að væri undir því lægsta sem við höfum áður veitt frá því að landhelgin var færð út í 200 mílur. Allt tal skatta og álögur á sjávarútveginn við þessar aðstæður alveg út í blámóðu fjarlægðarinnar. Blámóðu fjarlægðarinnar sagði sjávarútvegsráðherra miðsumars og hreyfði ágreiningsmáli sem snýst hvort útgerðin eigi að borga fyrir aðgang að fiskinum í sjónum. Þetta stríðsyfirlýsing gagnvart þeirri staðfestu viljayfirlýsingu þjóðarinnar sem hefur staðfesta vandar í skoðanakönnun að mikill meirihluti þjóðarinnar sömu skoðunar og við nauðsyn þessarar endurskoðunar. Hér verið að hafa eins mikil endaskipti á hlutunum eins og hugsast getur. Málið var sett í nefnd undir forystu Magnúsar Gunnarssonar framkvæmdastjóra SÍV og Þrastar Ólafssonar aðstoðarmanns utanríkisráðherra. Með skertum aflaheimildum breyttust rekstrarskilyrði sjávarútvegsfyrirtækja og þar með afkomumöguleikar í mörgum byggðarlögum. Skuldastaða fyrirtækja reyndist verri en menn höfðu haldið og vaxtahækkun í vor dró ekki úr erfiðleikunum. Mikil umræða var því sameiningu fyrirtækja og hagræðingu í rekstri. Fyrirtækja á Ísafirði og Súðavík keyptu Freyjuna á Suðureyri. Á Árborgarsvæðinu sameinast Hraðfrysti og Stokkseyrar og Glettingur en endurskipulagning Meidilsins stendur fyrir dyrum. Ólafsvíkurbær hreppti togara og 3 báta eftir átök Hraðfrystihús Ólafsvíkur sem var lýst gjaldþrota og bæjaryfirvöld í Bolungarvík reyna að bjarga fyrirtækinu Einar Guðfinnsson HF til að tryggja kvóta og atvinnu á staðnum. Svipaðar hugmyndir hafa menn á Húsavík. Unnið var að sameiningu útgerðarfyrirtækja á Patreksfirði og Bíldudal, fyrirtækja á Breiðdalsvík og Stöðvarfirði voru sameinuð, sömuleiðis á Akranesi og nú áramótin sameinast annars vegar fiskiðjan og vinnslustöðin og hins vegar ísfélagið Berghuginn og Hraðfrystistöðin í Vestmannaeyjum. Mörg sjávarútvegsfyrirtæki hafa hins vegar skilað góðum hagnaði á árinu og virðist hann ráðast af hráefni og skuldastöðunni hvort vel gengur eða illa.